kvöld, velkomin í fyrstu seríuna af Íslenski draumurinn. Þessari seríu ætlum við að taka Reykjavík fyrir. Og við byrjum að kynna eitt liðið og sá fyrst í því er Snorri Sindrason. Já, og síðan er það þessi hér og hann heitir Úlfur Marinósson. Og þetta liðið heitir Úka Majós. Síðan er það Matthías Atlason og Atli Hjálmar Björnsson. Og þeirra lið heitir Snillingarnir, einmitt. Og nú ætlum við að kynna ykkur reglurnar. Þetta byrjar allt á því að við tökum upp poka, drögum þrautir dagsins og síðan eiga liðin að vera saman og redda hverju þraut, en bara einn í hverju þraut. Einn keppir í hverju þraut fyrir hvert lið. Og ég ætla að minna ykkur á nöfn liðana, Úka Majós og Snillingarnir. Hér fara liðin í skærublað steinn hver á að vera fyrir liði. Liðana eru Atli Hjálmar Björnsson og Snorri Sindrason. Jæja, vindum okkur í þetta. Nú eru liðin að gera skærublað steinn upp í einn. Hver byrjar? Ok, skærublað steinn. Ok, Snorri byrjar. Eða Úka Majós, þú ræður hvort þú vilji byrja eða leyfa hinu liðin að byrja. Úka Majós ætlar að byrja. Úlfur dregur hér næstu áskorun og gerir hana líka á eftir. Ok. Svo ætlar Maggi að lyfta fyrir þig, sem ég ekki að horfa á. Úps, 2. Þetta verður bara þannig að við veitum ekkert hvað þetta er. Ok, láta einhver lyfta sér. Hvert ætlar þú að fara? Ég ætla að fara heim til pabba míns og ég ætla að segja henni að lyfta mér. Mamma mín vill það ekki vegna þess að hún er alltof aum. Úlfur ætlar að tala við pabba þinn hérna. Gæti verið hans ekki heima? Getur ekki. Mamma er heima. Já, halló. Halló pabbi, heyrðu, við erum hérna að gera eina seríu sem heitir Íslenski draumurinn og fyrsta serían heitir Reykjavíkski draumurinn. Þannig að miður segir að þú átt að koma hérna niður og halda á mér, lyfta mér upp. Ok. Þú verður að koma hérna, sko. Já, ok, ég er komin upp. Pappan, þú ætlar að koma? Hann er alveg að fara að koma. Þarna er hann, ég get séð hann, hann er kominn. Hæ pabbi, þessi miði, hann segir að þú ætlar að lyfta mér. Ok, eitthvað sérstök, vil ég lyfta bara hvernig sem er? Þú ætlar bara að lyfta mér. Ég kom hérna það sem þú rækst á í gefundi. Já. Ok, þetta fara að násta myndavæli, það ekki? 1, 2 og... Komið. Já. Og þar með þið komið með 4 stig. Bettu, en þetta er samt í það. Ok. Matti, þú eru út að testa. Ok. Láta eins og gaf maður og það var alveg. Vá, hvert verð ég að fara? En Matti ákveður að fara á Hlemm. Hvað er þetta? Ég var 80 ára í gær, en kannski var ég 81 ára. Ég man ekki alveg. Fyrir minnum mitt er alveg vant. Og þar með eru þið komið með 6 stig. Já, það kom að Snorra að draga. Hann kvíðir því eitthvað smá. Já, hann þarf líka að gera áskoruna. Þetta með mörg. Og ég ætla að lesa hana. Ok, þetta voru 2. Biðja eiginhandar áritun. Frá ókunnum. Ó, nei! Og Snorri ákveður að fara í Brauð og Kó á Hlemmi. Halló. Má ég fá eiginhandar áritun? Þetta er grín, sko. Þetta er Eiginhandaráritun? Þetta er grín þáttur. Þetta er svona svolítið eins og að þú veist að mana hvernig hún er. Ok, það er bara að gera á einhvern pappír. Já. Já.
að draga sér bara láta eins og kind fyrir framan ókunnugan. Ok, ég veit hvað við gerum. Ég veit. Þetta gerum við framan ókunnugan. Ok, við erum aðeins að jafna okkur eftir þetta sem ég bara bíða hér. Ég býð bara hér. Og Maggi ætlar að lesa. Maggi les. Það er. Það er inn á tippasafnið. Við erum bara að bíða. Get ég fengið Instabrið? Oh, can I get some toast? Yeah, what do you like? Just like toast is better. Like what? Just toast. Or bread if you have bread. We don't have bread. Can I just get some bread? Sorry, man. I really like bread. You have on the corner. Well, why does it say here somewhere there's bread? Okay. You chocolate, pistachios, your pancakes. Okay, I'm going to get bread. Snorri, dregur. Og ég les. Fara á Davíðs og biðja ókeypis pizzu. Snorri ætlar núna að taka áskorunina að biðja ókeypis pizzu. Til hamingju, Snorri! Þú fékkst að draga. Hérna er næsta þraut fyrir snillingana og það er Atli. Já, þú dragur og svo valið. Hvað er það? Og þrautin er, ok, snerta ókunnan og hlaupa burtu. Og þar með dagurinn búinn, við ætlum að líta á hvernig stigin eru. Hugo Majós er með 16 stig og snillingarnir með 23. Fylgist með næsta þætti að Reykjavíkur draumur.